Sem stilla. Íslefur. Og segi góð. Já, komið sæl og verið velkomin á þessa afkomukynningu hjá okkur í Sjóvá fyrir fjórða ársfjórðung 2017 og þar með að sjálfsögðu árið allt 2017. Áður við vindum okkur í það, þá er gaman að segja frá því að Sjóvá var þess heiðurs aðnjótjandi, getum við sagt, að vera efst í íslensku ánægjuvoginni fyrir árið 2017 og það er í fyrsta sinn sem við hljótum þau verðlaun og þess vegna viljum við vekja athygli á þessu vegna þess að þar erum við að uppskera 3 ára vinnu, markvissa vinnu til þess að ná þessum áfanga og það hefur ekkert komið að sjálfum sér, heldur margt sem við höfum gert til þess að komast á þann stað. Eitt af því sem hefur sannarlega haft áhrif og er þarna næsta viðurkenning við hliðina, þar að segja VR fyrirtæki ársins að Sjóvá var fyrir árið 2017 efst fyrirtæki á fjármálamarkaði í starfsánægju og fyrirmyndafyrirtæki varðandi VR í þeirri úttekt. Og annað sem ég vil líka vekja athygli á og hjálpar til varðandi íslensku ánægjuvogina að við erum með jafnlaunamerki frá velferðarráðuneytinu en eins og kannski sum ykkar þekkja þá tóku gildi ný löggjöf núna í byrjun árs og lítur að markmiðasetningu stærri fyrirtækja varðandi jafnlaun og jafnlaunamarkmið og skemmst frá því að segja að við höfum verið með slíka vottun umfram lagaskyldu getur sagt síðastliðin 4 ár og höfum náð þeirri vottun og er segja með glæsibrag þar að segja jafnlauna mál hjá okkur eru þannig að eins og segir í fréttatilkynningunni að það er alveg fullkomið jafnvægi þar. Það er að segja við erum með jafna skiptingu í milli kynja nokkuð og jafnlaun og jafnlaunavottun. Og það er mjög ánægt að segja frá því vegna þess að við erum fyrirtæki sem byggist af fólki, að þjóna fólki og þá skiptir máli að þessi hluti séu í lagi og við erum ákveðlega ánægð og stolt með það. En nóg það, ef ég vind mér í uppgjör ársins og ef við byrjum bara á árinu í heild sinni, að þá var hagnaður ársins tæplega 1750 milljónir og þar af var hagnaður af vátryggingastarfsemi 1158 milljónir sem er ánægjulegt og tvöföldun á milli ára því sem næst. Þetta skilur okkur því að samsett hlutfall fyrir árið 2017 var 99,4%. Rétt rúmlega getum við sagt það sem við birtum í horfunum okkar, það sem við gerum ráð fyrir því að í upphafi árs 2017 að liggja á bilinu 97–99%, niðurstaðan 99,4%. Og við erum þá koma ár 100,9% árið 2016. Það sem kannski helst hefur vigtað í því að færa okkur niður 1,5% stig eru bæði getur við sagt iðgjaldasetning og síðan lækkun kostnaðar. Nú fjárfestingatekjur og mun Þórður Pálsson fara yfir eftir, ég glemdi að geta þess náttúrulega að venju þá munum við 3 fara yfir þessa kynningu og Ólafur Njáll mun fara yfir dýpri fjárhagstölur í uppgjörinu og Þórður Pálsson yfir fjárfestingarnar. En fjárfestingatekjurnar námu þá rúmlega 2,2 milljörðum og ávöxtun upp á 5,9%. Nú stjórn mun leggja til við aðalfund, arðgreiðslu og upp á sem nemur 1,05 krónum á hlut eða 1,5 milljarði króna. Ef við lítum aðeins þá á fjórðunginn einan og sér, þá er afkoman á fjórðungnum 416 milljónir, hagnaður þar á vátryggingastarfsemi 274 milljónir. Samsett hlutfall fyrir fjórðunginn 99,6% samanborið við 100,1 á sama tíma 2016. Fjárfestingatekjur þar námu þá tæplega 650 milljónum og ávöxtun upp á 1,7% sem verður nánar gert grein fyrir og eftir. Nú tjón og tjónar hlutfallið 75,4% og það er eins og áður og við höfum sagt ekki ásættanlegt en við höfum vonið til þess að við séum áfram á réttri vegferð þar vísandi til þess að vátryggingastarfsemin er í stöðugum bata og bataferli. Og það sama á við fjórðung eins og hinna fjórðungana að sá rekstur er stöðugt batnandi. Það eins vegar einkennir tjónahlutfallið er bæði vaxandi meðaltjón og tjónatíðni og ef við kíkjum aðeins á tjónatíðnina þá eins og við höfum oft sagt áður
að í þessari hagsveiflu þá er það mikil hraði í samfélaginu og því fylgja aukinn tjón. Við merkjum það að aðeins núna í akstrinum, samkvæmt tölum Vegagerðarinnar, að þá finnst okkur aðeins janúar vera stabiliserast, getur sagt, í þessum mikla vexti sem hefur átt sér stað. Einn mánuð náttúrulega er ekki marktækur í því en við munum fylgjast með þeirri þróun. Varðandi meðal tjónin sem slíka þá er það líka augljóst að bílaflotinn hefur verið að yngjast og því fylgja þá dýrari bílar, flóknari bílar í viðgerðum varðandi tjón og svo náttúrulega launaþróunin hefur verið með þeim hætti að hún ýtir upp þessum hlutföllum. Nú að þessu sögðu þá ætla ég að hleypa Ólafi Njáli að og kem svo aftur á eftir. Sælverði. Nú, við höldum áfram með fjórðung og þar eru 584 milljónir í hagnað fyrir skatta á móti 1289 milljónum árinu áður og þetta kemur, eins og þarna kemur fram, aðalega út frá minni fjárfestingartekjum og fjórðungur árinu 2016 þá voru uppfærslur óskráðra eigna sem ekki eru á síðasta ári. Nú, hagnaður af tryggingarekstri á ársfjórðungnum var 274 milljónir og batnaði þetta 100 milljónir og batinn í samstæðuhlutfallinu var þarna í 99,6 úr 100,1 og gjaldþolshlutfalli hækkar úr 1,48 í lok þriðja ársfjórðungs í 1,64 og við förum aðeins yfir þá eftir við byggum til nýja glæru til aðeins að útskýra það. Og þá er það árið í heild sinni. Eins og Hermann nefndi, hagnaður 1746 milljónir í samanborið við 2690 árið áður. Nú, það er líka búið að nefna, það er jákvæð þróun það í samstæðuhlutfallinu upp á 1,5% stig og lækkunin er meðal annars komið til vegna breytt að rekstrakostnaði þó hann hækki í krónum þá lækkar hann í hlutfalli og afkoma vátryggingastarfseminnar nær tvöfaldast. Nú, afkoman af fjárfestingarstarfseminni, hún lækkar hérna rúman 1,5 milljarð og af ástæðum sem ég held að þið þekkið flest. Nú, gjaldþolshlutfall í lok árs miðað við þessa arstillögu er upp á 1,48 samanborið við 1,61 og við skoðum það aftur á eftir. Þarna sjáum við fjórðunginn og árið saman og eigin iðgjöld halda áfram að vaxa hraðar en eigin tjón. Þegar horft er árið upp á 7,3% á móti 4% fyrir fjórðunginn og síðan að eigin tjón hækka þarna 5,7% fyrir árið á móti 3,2% í fjórðungnum. Nú, eins og ég nefndi að rekstrakostnaðurinn hækkar í krónum en hann lækkar í hlutfalli og það er svona rétt að nefna það að við skipulagsbreytingar á síðasta ári hér í félaginu í raun og veru þau breyttu engu í kostnaði þess árs og við svo sem sjáum ekki annað en að sú breyting, hún mun örugglega verða tilfærsla frekar heldur en lækkun til framtíðar horft. Það sem að við horfum fram á ansi mikla breytingu svona bara í umhverfi tryggingafélaga og þá erum við að tala þessa fjórðu innbyltingu og tæknibyltingu sem er að verða. Þannig að það á eftir að koma í ljós hvernig því reiðir áfram. Nú, hérna sjáum við bara myndræna framsetning á því sama. Við erum hérna að horfa á þetta bata, iðgjöld er að draga upp á móti tjónunum og kostnaðinum meðan aðalbreytingin, hvort sem á litið er til fjórðungsins eða ársins, auðvitað þessi lækkun fjárfestingarteknanna.
Nú, varðandi efnahaginn, þá sjáum við að fjárfestingaeignir, þær eru þarna að lækka tæplega milljarð. Nú, barnatryggingarnar eru að hækka og síðan eigið fé auðvitað að lækka. Það lækkar rúmlega 2,2 milljarða og við vorum með 2,6 milljarða í arðgreiðslu og erum búin að kaupa upp eigin bréf upp á 1,4 og síðan auðvitað 1,7 milljarður í hagnað sem kemur þar á móti. Þarna hækkar vátryggingarskuldin tæplega 600 milljónir og 500 milljónir af því eru breyting iðgjaldaskuldarinnar, eða sá hluti iðgjaldanna sem við veltum áfram yfir á næsta ár og auðvitað sýnir aukið umfang starfseminnar og 1000 milljónir rúmar eru vegna hækkunar á tjónaskuldinni og 900 milljónir af því eru bara vegna nýjasta ársins. Þannig að 160 milljónir eru vegna tjóna eldri ára. Þannig að við styrkjum tjónaskuldina vegna tjóna eldri ára. Og þessi styrking eða þessi færsla í tjónaskuldina eru auðvitað bara á sama hátt og með iðgjaldaskuldina vegna aukins umfang starfseminnar. Hérna þessi mynd sem ég nefndi áðan að við myndi verða að þarna viljum við sýna hvernig gjaldþolshlutfallið okkar að breytast og eins og þið sjáu þarna hægra megin á myndinni með það sem við sýnum breytingun á gjaldþolskröfunni að í raun og veru breytist hún lítið. Markaðsáhættan að hækka og fjölþættingaráhrifin eða diversification effect það að hækka hana en síðan vátryggingaráhættan að lækka og hún að lækka þarna vegna meðal annars endurtryggingarsamningar sem við höfum gert og það auðvitað gjaldþolskrafan sem við getum stýrt. Þar höfum við fullt af tækjum til þess að stýra meðan að síðan að eiginfjárgrunnurinn, þar auðvitað höfum við líka stýritæki sem varðandi arðinn og kaup eigin bréfa meðan að auðvitað hagnaðurinn svona svolítið í annarra höndum og við sýnum þarna hvernig á síðasta ári arðurinn, kaupin á eigin bréfum og hagnaðurinn hefur þessi áhrif á eiginfjárgrunnin og síðan auðvitað þá hlutfallið bara deilt þarna súlurnar hverja í aðra. Og eins og ég segi, við stýrum kröfunni með ýmsu móti og eigum auðvitað gríðarlega mikið rúm þar til þess að breyta henni ef að þurfa þykir. En þetta var svona rekstur og efnahag og þá tekur Þórður við varðandi fjárfestingarnar. Já, þetta var svona heldur svona tíðindalítill fjórðungur í fjárfestingum. Það sem kannski svona helst setti kannski svip á fjárfestingarnar hjá okkur það að við vorum að minnka í raun og veru eiginfjárkröfuna, annars vegar með því að minnka stöðunni í hlutabréfum. Við seldum hlutabréf fyrir 1040 milljónir á fjórðungnum og jukum í ríkisskuldabréfum. Við heldum svona safninu tiltölulega stuttu þegar meðallíftíminn 3,4 ár sem sama og í upphæfi fjórðungsins sem svona tiltölulega stutt hjá okkur. Annað sem ég vil kannski vekja athygli á fjórðungnum með það hvað eignasafnið stækkaði. Kom innspýting fyrir úrrekstinum upp á 816 milljónir sem þetta kannski svona einhverju leyti tilfallandi en það svona þetta voru svona kannski helstu tíðindin í safninu á fjórðungnum. Nú ávöxtun af flestum eignaflokkum á fjórðungnum var ekkert sérstök og við vorum svona þess bara í raun og veru í línu við það. Nú ef við horfum svona á helstu eignirnar þá svona kannski sýnir þetta við vorum að minnka hlutabréfastöður og síðan skiptum við þarna aðeins út bréfum úr RB31 í 28 sem bara skiptum á milli flokka til þess að vera með betri dreifingu í safninu en sjálfsög engin stefnumarkandi breyting. 20 stærstu eignir sem yfir 500 milljónir sem skýra 70% af safninu
og það er engin ný nöfn þarna inn á þessum fjórðungi. Ef við horfum á árið í heild þá svo sem er afkoman heldur undir væntingum og okkar væntingum, samt eru allir eiginlega eignaflokkar utan eins sem eru undir, sem eru bara í takt við áætlanir, en það eru hlutabréfin sem að skila verri afkomi heldur en við væntum. Við erum þarna með 3,4% ávöxtun á árinu, en hlutabréfin náttúrulega eru svona tiltölulega stór eignaflokkur hjá okkur og þó svo að staðan sé nánast svo sama í upphafi árs og lokum árs, að þá var hún stærri megnið af árinu, eins og við sáum við þannig að seldum milljarð á síðasta fjórðungi ársins. Þannig að það er nú þar sem að sko frávikið frá áætlunum í fjárfestingum liggur. Það er bara alfarið í hlutabréfunum. Þá bara rétt áðunum við opnum fyrir spurningar, þá kannski rennir þetta helsta aftur. Hagnaðurinn þá 1746 milljónir og þar af 1158 af vátryggingastarfseminni. Samsett hlutfall að lækka 1,5% milli ára. Varðandi horfurnar fyrir 2018, þá erum við að gera ráð fyrir því að samsett hlutfall verði 96% og afkoma fyrir skatta 2,8 milljarðar. Við erum að hluta niður í fyrsta sinn núna, svona hvernig við sjáum fyrir okkur hvernig samsettu hlutfalli verður niður á einstaka fjórðunga og eins og það birtist þarna og birtist þá líka í tilkynningun okkar og við getum þess þá jafnframt líka að við munum gera grein fyrir því ef að frávik verða umfram 5% stig. Þá nota bene á ég við samsetta hlutfalli. Það sem við höfum sagt ávallt varðandi afkomunni í heild sinni að þá höfum við birt niður á einstaka fjórðunga mjög ítarlegt niðurbrot á okkar eignasafni og við höfum alltaf sagt þar að við erum ekki betri eða meiri spámenn heldur en aðrir hvernig því safni reiðir af. En varðandi síðan aðalfundin og þá leggjum við til eða stjórn leggur til þar að endurvekja eða að setja á ný á laggirnar endurkaupa áætlun fyrir árið 2018. Við semst erum að leggja upp með það að vátryggingareksturinn haldi áfram á bata vegi eins og hann hefur verið undanfarna fjórðunga. Við erum að gera ráð fyrir því að iðgjöld okkar vaxi umfram tjón og þannig náum við utan um þróunina. Að því sögðu þá held ég sér rétt bara og við erum með mikrofón, það er erfiðara á stundum að þurfa að endurtaka allar spurningarnar, þannig að við erum með mikrofón, það er til auðveldunar. Þannig að við séum nú ekki að rittstýra eða rittskoða spurningarnar, heldur komið það bara ómengaðar beint af kunni og bara bið félagana að koma upp og opna þar með fyrir spurningar. Heyrist í mér. Það er ein spurning bara varandi svona hvort það sé einhverjar hækkanir á iðgjöldum í pípunum. Nú ætla að hafa iðgjöld hækkað eitthvað og verðist það var svona gengið bærilega. Er eitthvað sem við getum tjáð ykkur það inn í þetta ár? Það eins og ég sagði áðan í kynningunni að batinn okkar milli eða fjórðunga hefur legið í iðgjöldum og það er verkefnið okkar áfram að ná utan þá þróun sem er eiga sér stað og ég hef lýst í áður líka að það mark hefur svolítið við á hreyfingu frá tíma til tíma hvenær það næsta stabiliserast og þá aftur var ég að vísa til dæmis í vöxt í umferðinni. Maður veit það ekki en verkefnið okkar er svolítið að ná utan það frá tíma til tíma og þannig erum við augljóslega að setja markið enn neðar í samsettu hlutfalli sem hlýtur að helgast að iðgjaldasetningu. Já, kom sæl, ég er með tvær, ef við segjum 3 spurningar. Fyrsta snýr eiginlega að afkominu nú sem er töluvert undir þeirri spá sem kynnt var í 9 mánuða uppgjörinu. Hvort þið getið svona kommentrað sérstaklega á það og það afkomi núna í samhengi við áætlunum sem þá var kynnt og nú næsta spurning snýr að gjaldtóls hlutfallinu og hækkun þess á fjórðungi sérstaklega og hvort það skýrist af breytingu á eignasafni þá sérstaklega minni hlutabréfastöðu á móti skuldabréfum eða hvort það sé eitthvað annað svona sérstakt sem er að gerast þar. Nú þriðja spurningin snýr að endurkaupa áætlunin, markmið gjaldtóls hlutfall og hvert er stefnið þá
í þessum endurkaupum eða í ráðstöfun á eigin fé? Ef ég tek kannski bara fyrstu og síðustu spurninguna, þá eins og ég var að segja á þann og við lárétta og við höfum alltaf sagt að við höfum tekið afstöðu í horfunum gagnvart samsettarhlutvallinu. Það svona, þar erum við stýrið. En við höfum líka sagt að alltaf þegar við birtum, þá hefur byrt mikið og ítalegt niðurbrot á einstakar eignir okkar. Og þar hefur þá sagt svona inn í framtíðina að við erum ekki meiri spámenn heldur en aðrir í því. Og í sjálfum sér getum við líka séð að hreyfing á okkar bréfum hefur oft tekið mið af okkar eignum í sjálfum sér, sko, að hreyfing á gengi okkar bréfa. Þannig að við erum ekki meiri spámenn heldur en aðrir þar. Og eins og kom fram í máli Ólafs áðan að þá náttúrulega liggur mununum þarna í fjárfestingartekjum á heildarafkomunni. Varðandi síðustu spurninguna. Gjaldþolshlutfallið, segir stefnið á. Já, gjaldþolshlutfallið sem við stefnum að og við höfum gert grein fyrir því líka áður að svona okkar viðmiðstjórnar þar, áhættu viðmiðstjórnar þar er að liggja á bilinu 1,4 til 1,7 og 1,4 þá neðri mörk eftir arðgreiðslu og á bilinu 1,4 til 1,7. Það er svona viljastjórnar. Varandi, já. Já, ég skal taka hitt og það er alveg rétt sem þú hnaust að þetta breytist þarna fjórðungi og með gjaldtólið það hækkar töluvert og það kemur til að því meðal annars, þetta er auðvitað reikna variantun sem allir eru á hreyfingu og meðal annars eignasafnið alltaf eitthvað en aðaleffektin þar er breyting sem við gerðum á endurtryggingarsamningum og þó að sú breyting sé ekki gerð í raun fyrir áramótin að þá í útreikningum þarna þá horfum við fram á þetta. Þannig að það að verja sig inn í árið 2018 með endurtryggingarsamningu sem að verja okkur betur heldur en þeir sem voru í gildi fyrir árið 2017 að þá hefur það þessi áhrif á útreikningin og það vigtaði töluvert þessi breyting sem við gerðum og það er svo sem ekkert leyndamála en minna við vörðum þarna betur svona hamfaraáhættu sem er svona útreiknuð stærð í regluverkinu og keyptum okkur bara meira til þess að það kæmi þarna betur út í þessum útreikningi. Mér langar þá að spyrja áhrifin á afkomuna að þið hafið í raun og veru aukið ykkar í raun og veru endurtryggingavernd. Hvaða áhrif mun það hafa á afkomuna? Já, þessi áhrif auðvitað sko til skamms tíma litið auðvitað með að við borgum fyrir þetta þá hefur þetta þau áhrif að við þetta leiðir til gjalda, einhverja gjalda sem að hleypur á til þess að gera litlum peningum en auðvitað gerir þetta líka það að verkum að auðvitað þá getum við þá lagar þetta gjaldtólið og það ætti að leiða til þess að við getum þá losa meira út úr félaginu fyrir vikið og sem aftur þá bætir arðsemina þannig að við auðvitað vegum þetta saman kostina og gallana í því að gera þetta og að nákvæmlega hinga til með að við höfðum mjög mikið eigið fé og hátt gjaldtól þá töldum við ekki ástæðu til þess að í raun og veru fara þessi leið en núna þegar við erum að stýra þessu betur og erum konið í stöðu sem er miklu ásættanlegri fyrir okkur að þá verður þessi leið betri. Þannig að þetta er eins og ég nefndi áðan, þetta er eitt af þessum tólum sem við notum til stýringar og já, við munum klárlega halda því áfram að stýra þessu. Fleiri spurningar? Nú ef ekki þá gefst líka færi á að spjalla aðeins yfir kaffibolla en að það bara þakka kærlega fyrir komuna.